Þá ætlum við að ræða Evrópusambandið eins og við verðum að gera hérna undanfarna daga og kannski vikur. Ég hef tekið hérna viðtöl við svona einn í einu, mér finnst það eiginlega besta formið á þessu, að fá hérna fólk til þess að segja mér af hverju það visst í sinni sök. Og nú komið að Sólveig Önnu Jónsdóttur, formanni Eflingar, og þú viss í þinni sök. Já, ég mjög viss í minni sök og hef haft þessa skoðun mjög lengi. Ég hef verið andfallin ekki bara því að Ísland gangi Evrópusambandið, heldur hef ég haft mjög svona sterkar skoðanir á Evrópusambandinu almennt og því hvernig... Það ekki bara að Íslendingar ætti ekki að vera þar inni, heldur ekki Danir og... Ég svo sem ekki að skipta mér af því og því fyrir fjarri að ég ætla að fara að halda að það sé eitthvað svona mitt að hafa einhverja miklu skoðanir á því. En ég get haft skoðanir á Evrópusambandinu sem fyrirbæri og eftir að hafa fylgst ágætlega vel með Evrópusambandinu frá svona 2009-10 í kjölfar hrunsins og kannski sérstaklega eftir svona 2010 og árin á eftir þegar evrukreppan hófst og þegar svona þessi mikla afhjúpun raunverulega átt sér stað á því fyrir hverja og út frá svona hvaða markmiðum stofnunar Evrópusambandsins vinna þá varð ég mjög fljótt mjög skoðanir mér mjög svona afdráttarlausar og þær hafa ekki breyst. Já. En Evrópusambandið hefur verið ýmislegt eða hvað? Eða afhjúpaðist þarna eðli Evrópusambandsins sem var alltaf því að stundu finnst manni svona kannski Evrópusambandið 1990 og Evrópusambandið 2010 ekki verið alveg sama fyrir byggð? Það ábygglega ekki alveg sama. Ég náttúrulega var ennþá fremur unga árið 1990 og ætla ekki að þykjast geta svona rakið svo langt aftur og að ég geti sagt á því hvaða skoðanir ég hafði á því þá en já, ég velta fyrir með því að þetta en ég hef fylgst með það gæti breyst Eflingar ekki það sama núna og var fyrir 15 árum. Nei, svo sannlega ekki sem betur fer en ef ég skoða þetta tímabil sem nú orðið þó nokkuð langt, við erum að tala um 16 ár þannig að það nú svo sem ekki þó að sé auðvitað stutt bara ef við skoðum alla mannkynssöguna þá það sem partur af bara okkar lífi og okkar samtíma alveg ágætlega langur tími og alls ekki svo stuttur tíma að það sé ekki hægt að móta sér skoðun á því hvernig það núna og við hljótum auðvitað að móta okkur skoðun út frá því en ekki því hvernig það var á 1990 eða hvernig það verður mögulega eftir x mörg ár. Það ekki nálgun sem að fólk notar almennt í svona stórum pólitískum ákvörðunum og ég trúi því og byggi það á að ég tel mjög svona bara málefnalegri nálgun að hagsmunum alþýðu fólks, svo kallað svona verkaflálana fólks, þeirra sem að annarkvort framleiða verðmæti samfélagsins með vinnu sinni eða þeirra sem eru enn neðar í stigveldinu eins og fólki sem að ekki á vinnumarkaði fólki sem getur ekki lengur unnið vegna þess að það orðið gamalt eða veikt, hælisleitendum og flóttafólki, að þetta sé ekki staður sem að við sem að viljum berjast fyrir réttlætu samfélagi, viljum berjast fyrir efnahagslegu réttlæti, eigum að líta til eftir einhverju lausn á þeim vandamálum sem að plaga vissulega okkar samfélag en að sjálfsögðu plaga mörg samfélög Evrópu með enn svona dramatískari og erfiðari hætti. Nú erum við inn í Evrópusambandinu svona hálfuleiti í gegnum EES-samningin. Myndirðu vilja endurskoða það? Ég hef ekkert talað fyrir því og eflaust ef ég myndi líta á þann samning út frá einhverjum svona hörðum sósíalískum hugsunum þá myndi ég líkt og Ögmundur var að lýsa hér með mjög málefnalegum hætti taldi ég hjá þér fyrir ekki svo langt síðan þegar maður bara svona segja hvað honum hefði þótt um það og hvað honum mögulega þætti það. Þá gæti ég eflaust komist að mjög svipari niðurstöðu en það ekki til umræðu hér
Hann var með það þá er ekki afstöðu að hann hafi verið mótið í að ganga inn í ES en hann sé ekki með því að ganga út úr því. Ég bara sé ekki að þetta sé pólitíska umræðan sem við þurfum að taka núna. Ef aftur á móti hún fer af stað, ég er ekki að fara í þennan af stað, þá mun ég móta mér skoðun og velta því öllu vandlega fyrir mér, en ég tel ekki að það þurfi að fara að eyða núna miklum tíma í að skoða það. Núna snýst spurningin það hvort að við viljum ganga inn í Evrópusambandið. Það er önnur spurning. Já, þá kemur að því að við erum inn í ES og þar tökum við reglum Evrópusambandsins og lögum í sambandi við vinnumarkað, sambandi við fjárflutninga og alls konar dótri. En hvað er það þá sem þar fyrir utan sem að við myndum taka upp ef við gengjum inn í Evrópusambandið sem að þér líkar ekki? Ég til dæmis í prinsipinu ekkert sérstaklega hrifin af frjálsu flæði fjármagns né vinnuafls. Ég hef haldið því fram og til mig geta rökstutt það með ákveðlega samfærandi hætti allavega fyrir fólk sem tilbúið til þess að hlusta yfirleitt á rök sem að því miður virðist á vorum dögum ekkert endilega vera svo margir að það sé ekki gott fyrir verka- og láglaunafólk að verða hreyfanlega vinnuafl nýfrjálshyggjunnar. Við tilheyrum þeim hluta. Þannig ég að segja, ég til í að gagnrýna það og ég sé ekki að það sé farsælt akkurat núna að ganga enn dýpra inn í inn í strúktúr sem að ýtir enn frekar undir þessa nálgun á mannleg samskipti. Svo það einfaldlega staðreynd að á Íslandi þrátt fyrir allt saman þá vinnumarkaðsmódelið okkar mjög dýrmætt. Það sérstaklega dýrmætt fyrir verka- og láglauna fólk sem býr við þessa mögnuðu staðreynd sem einstök á heimsvísu að hér eru 90% pluss 90% launamanna í stéttarfélögum. Það auðvitað svo að Íslensk verkalýðshreyfing hefur dálítið lengi forðast að nota þennan mikla fjölda og vinna með honum á lýðræðislegum hætti, en við í Eflingu höfum einmitt viljað nota vinnumarkaðsmódelið til þess að reyna að ná miklum árangri í því að geta raunverulega fengið að setjast við samningaborðið. Hverju myndi það breyta út af að gengum í Evrópusambandið? Því að við tilheyrum vinnumarkaðnum nú þegar. Ég að vinna útskýringuna áfram. Það myndi að sjálfsögðu breytast vegna þess að eins og fólk sem hefur verið með svona sæmilegri meðvitund núna síðustu mánuði aftur, mér finnst það stundum þegar ég fylgist með umræðinni að margir séu kannski bara ekkert með neitt óslega mikli meðvitund, en fyrir þau sem hafa verið með sæmilegri meðvitund þá alveg ljóst að til þess að geta uppfyllt skilyrði Evrópusambandsins og sérstaklega því að geta tekið hér upp evru sem þetta stóra markmiði með því að ganga inn í Evrópusambandið. Stóra markmiði ekki að geta uppfyllt að fullu leyti það sem eftir á að uppfylla varðandi þá munin á milli ES og ESB. Stóra markmið að geta tekið upp evru. Það ljóst og það líka ljóst að það þarf að eiga hér stað það sem þetta fólk kallar ögun á vinnumarkaði. Og þessi ögun hún hefur verið rædd meðal annars af fyrrverandi borgarstjóra og núverandi þingmann Samfylkingarinnar og helsta talsmanni inngöngu Íslands í Evrópusambandið, Dave Eggertsinni, þar sem hann bara fullum feitur segir já, það þurfum við frekari aga á vinnumarkaði. Fjármálaráðherra Daði yfir 50 þingmenn myndu taka undir það. Það má bara vel vera. Ég tek ekki undir það. Það er bara mikill pólitísku vilji til þess á Íslandi. Því miður, það var mikill pólitísku vilji til þess. Hvað mun þessi ögun snúast Hún mun snúast það að takmarka auðvitað getu okkar til þess að geta einmitt haft þetta raunverulega á heimsmæli kvarða mikla frelsi til þess að geta gert kjarasamninga. Og ég skil alveg að fulltrúar velmenntaðar millistéttar og fólk sem enn ofarlegar í efnahagslegu stigveldi sjáu þetta vinnumarkaðsmódel okkar sem eitthvað sem að megi bara alveg sitja út í horn og það sé bara betra fyrir okkur að fá eitthvað annað. Þetta fólk sem að vill innleiða svokallega salegmódel, þetta fólk sem að vill útbúa nálgun þar sem að þjóðhagsráð kemur saman, ákveður út frá stöðu útflutningsgreinanna hvert svigrúmið svokallega í samfélaginu. Það þá ákveðin einhver prósenta og svo þá tekin ákvörðun að það séu þá þar hækkanir sem að muni
gilda og það er hægt En að segja... það ekki svipa og þið voru að reyna bara í síðustu samningum að þú og starfsgreinasambandið gerðu samninga og vildu að aðrir fengju sambarlega hækkun? Við höfum auðvitað gert alls konar, Efling hefur farið í gegnum alls konar útfærslur. Við vildum, eins og ég tel að þú vitir, kannski ertu búin að gleyma því, en mér minnir ég hef nú rætt það hér oftar en einu sinni, mögulega oftar en 3 svar, að það sem að Efling vildi var auðvitað að við myndum halda áfram að gera krónutölusamninga. Það var ekki hægt, vegna það var ekki vilji til þess, það var ekki vilji til þess hjá samtökum atvinnulífsins, það var ekki vilji til þess hjá mjög stórum og öflugum hópum innan alþjóðasambandsins, það var ekki vilji til þess á opinbera markaðnum. En þannig að það er auðvitað eins og flest rætt að vita þessum tímum það sem að Efling vill og einmitt vegna þess að það er til dæmis eitthvað sem við sjáum sem mikilvægt að sé hægt að gera þó að það hef ekki verið hægt í síðustu kjarasamningum, þá myndi þessi saleg nálgun algjörlega útiloka það að það væri hægt að sækja fram í kjarasamningsviðræðum með þessa sérstöku áherslu á kaupmátt og hækkanir fyrir verka- og láglaunafólk. Og þú sér það bara ef að þú skoðar þetta með heiðlegum hætti og ef að og þegar ég segi þú þá er ég bara að tala um okkur öll þegar við skoðum þetta með heiðlegum hætti og þegar við sjáum bara orðræðuna og þegar við skoðum bara sögu alþjóðasambandsins síðustu áratugi og svo framvegis að það sem að mjög valdamikill og stór hópur innan íslenska verkalýðshreyfingar vill er að fara þessa leið. Við í Eflingu viljum það alls ekki. Við trúum því og erum fullviss það að þetta sé einmitt leið sem að muni grafa mjög verulega undan möguleikum verka- og láglaunafólks á þessu landi til þess að fá þann skerf af efnahagskökunni sem að vinna þeirra býr til útlutað með réttlátum hætti og svo framvegis. Þannig að þegar að fólk eins og Kristján Þórður Snæbjarnarson fyrir formaður RSÍ til mjög margra ára, mögulega meir en áratugur, ég veit ekki hvað hann var þarna lengi, hann var líka skammarhríð forseti alþjóðasambandsins og svo framvegis og er núna orðin einn heitasti talsmaður eingöngu Íslands í Evrópusambandið þegar hann segir bara að það muni ekkert breytast, þegar hann bara fullyrði það og segir svo að það muni ekkert breytast vegna þess að nú þegar komi stór partur af þeim lögum og reglugerðum sem við höfum innleitt að utan hvort sem þá er þetta ekki það sem ég er að tala um. Ég er ekki að tala um þetta. Ég hef ekki þá sýn á samskipti vinnuaflsins, auðvaldsins og pólitískrar valdastéttar að þetta snúist það að það eina sem við þurfum sé að það sé búið að færa eðlilega og sjálfsagða hluti inn í lög og reglugerðir. Það verður auðvitað svo að vera, ekki það ég hef fulla trú á því að við sjálf gætum alveg útbúið lög og reglugerðir hér og þyrftum ekki að fá þeirra utan, en gott og vel við gerum það að stórum hluta. En þegar að því öllu er lokið, þá þarf að setjast niður og semja það hvað það kostar að fá aðgang á vinnuaflinu mínu. Og ég veit að munum við ganga í Evrópusambandið og munum við taka upp evru. Það var engin leið að viðhalda því módeli sem við höfum verið með. Svo mér finnst það allt í lagi. Mér finnst það ömurleg tilhugsun og þeir skoða stöðu verka á fólks og ég veit að þú veist þetta alveg líka Gunnar Smári, þannig að þú hefur auðvitað fylgst með stöðu alþýðu fólks ekki bara hér heldur víða að þú skoðar stöðu verka- og láglaunafólks í Evrópu þegar þú skoðar til dæmis húsnæðisaðstæður, þegar þú skoðar laun, þegar þú skoðar hið svokallaða gig hagkerfi og svo mætti áfram telja, þá dregst ekki upp mynd að fólki sem hefur það bara algjörlega frábært og er bara eitthvað að leika sér í einhverju evru Disneylandi þar sem að það á bara allt sitt eigið húsnæði og er bara alltaf að eyða öllum peningunum sínum í að dúlla sér, því fer fjarri. Það dregst upp mynd af fólki sem að býr við bákjör, sem að býr við mjög erfiðar aðstæður. Ég er að tala um verka- og láglaunafólk. Ég er ekki að tala um alla. Ég er að tala um að láglaunafólk í öllu löndum er ekki endilega í þessari stöðu. Það er misjafnt eftir löndum. Þannig þetta er ekki allir niður í sömu stöðun í Evrópusambandinu. Nei, en ok, ef við ætlum að skoða þetta svona, þá get ég svo sem alveg farið og eltið þá og þarna og sagt þá að ef við ætlum að skoða þetta svona og segja að það hafa allt verka- og láglaunafólk hefur það ekki jafn slæmt, þá getum við alveg sagt að verka- og láglaunafólk á Íslandi hefur það einmitt í samanburði við verka- og láglaunafólk í löndum Evrópu fremur gott. Það er bara staðreynd. En ég ætla aðeins að halda áfram að þusa hitt að við skoðum stéttarfélagsaðild
hún er léleg og lág og það mjög erfitt vegna þess að mótilið öðruvísi en það hér, þar sem að fólk bara átómítist komið í settafélag, þannig að það fara og sækja fólkið. Heldur að Evrópusambandið myndi banna það? Nei, ég ekkert að segja myndi banna það. Það sem ég að segja og ég var að segja áðan að ef að við göngum inn í Evrópusambandið og þurfum að taka upp ætlum okkur að taka upp evruna og þurfum þar alveg að fara í þessa mjög hörðu aðlögun og þessa ögun á vinnumarkaði, þá hljóta allar manneskjur sem komnar til vits og ára að skilja það að á vorum dögum þá verður þessi ögun tekin út hjá verka- og láglaunafólki, fólkinu sem hefur pólitískt séð minnst völd, fólk sem efnahagslega séð jaðarsettast, fólkinu sem til dæmis vegna frjáls flæðis nýtur almennt ekki kosningarétt í því landi sem það lifir og starfar í, þrátt fyrir að það borgi skatta, þú hefur nú sjálfur oft talað um þetta, og svo mætti áfram telja. Þannig að ég skil að hægri kratar, ég skil að Viðreisn, ég hefði skilið að íslenskt auðvald myndi vilja ganga í Evrópusambandið, en það mjög erfitt fyrir mig að skilja að fólk sem hefur flokkað sig sem til vinstri, sem fólk sem ennþá skilur og hefur mögulega þá skoðun að hagsmunabarátta vinnuaflsins, verka- og láglaunafólks sé raunverulegt það sem að raunverulega getur breytt dýnamíkin í samfélaginu, það sem að raunverulega getur skapað meira efnahagslegt réttlæti, unni gegn misskiptingu, unni gegn stéttskiptingu, að það haldi að núna snúist þetta það að fá meiri aga á vinnumarkaði, að til þess að þetta tekið upp evru þá séum við tilbúin til þess að fara í gegnum þá vegferð með notabenni ríkisstjórn sem að algjörlega obsessed af því að vera með hallalaus fjárlög, ætlar í niðurskurð og svo framvegis. Þetta á ég mjög erfitt með að skilja. Og aftur ég bara ég ekki eins og þessi svona ég ekki eins og já fólkið eða nei fólkið sem svolítið svona hefur svona barnatrú. Ég hef þessa afstöðu vegna þess að ég hef skoðað málin og vegna þess að þegar ég skoða framkomuna við Alþýðu Grikklands, Spánar, Portugals og svo framvegis, þá segi ég sem manneskja sem að vinn með og fyrir verka- og láglaunafólki, aldrei nokkuð tíma myndi ég fara að hvetja fólk til þess að fara inn í þessa maskínu sem að hefur consistently sýnt það í það minnsta síðustu 16 árum að hún vílar ekki fyrir sér að taka lífsskilyrði alþýðufólks og kremja til þess að tryggja að bankar geti haldið áfram að vera bankar, til þess að tryggja að samkeppnishæfni á milli landa haldist sterk, til þess að gera það sem hún getur til þess að keyra niður laun vinnuaflsins. Mér finnst þetta mjög ófrýnilegt fyrirbæri og ég vil ekki við fyrir mannin. Kannanir hafa sýnt að kjósetahópurinn sem að líklegastu til þess að kjósa sósíalista, VG og Pírata svona 70% í jáinu. Flokkur fólksins 60% í jáinu. Þú segist að ég bara skilja þetta fólk, að það sé fólk sem hefur ekki komist til vits og ára. Ég sagði það ekki. Það sé ekki með meðvitund. Ég var ekki, nú þú náttúrulega að draga upp einhverju mynd af því að ég hef hér sitið og sagt eitthvað svona að þessi tiltekni kjósenda hópur sé einhvern veginn meðvitundalaus. Þú sagðist ekki skilja þetta. Ég ger það ekki, skil það ekki. Hvað heldur að ráði? Hvað heldur að ráði afstöðu þess að fólks? Það ætla ég að segja, það auðvitað erfitt að sitja undir því að hér verði allt mjög hratt og örugglega miklu betra, að efnahagsleg tilveru skilyrði þín verði miklu betri og að það mun mögulega bara taka mjög skamman tíma og að hér muni verðbólga lækka, hér muni vextir lækka og að það sé það eina sem að þurfi að láta gerast í þínu lífi til þess að ráðstöfunartekjurnar þínar verði þá þeim mun hærri. Auðvitað þetta hvað getur við sagt? Auðvitað getur þetta verið mjög svona áhrifaríkt. Þegar ég var að segja að ég skildi ekki að fólk vildi fara að neina, þá var ég að tala út frá því sem við eigum að geta vitað Evrópusambandið. Þannig að það fólk sem hefur fylgst með Evrópusambandinu síðustu þá aftur 16 ár, af hverju myndi það vilja fara að neina? Ég skil alveg einhver manneskja
í alvöru bara eitthvað já til að sjá, ég veit ekki hvað Evrópusambandið er. Mér finnst það mjög skrítið, en ég skal segja að ég skilji það, en ef þú veist hvað Evrópusambandið er, ef þú hefur fylgst með því hvernig Evrópusambandið beitir stofnunum sínum, eða réttar sagt hvernig stofnunir Evrópusambandið beita sambandinu, þá ætla ég að segja að þá skilji það ekki. Þannig að ég er tilbúin til þess að draga aðeins úr því að vera hérna með einhverja sleggjudóma meðutundaleysi og þá segja nálgunin er þá þessi. Já, manneskja sem hefur ekkert fylgst með, býr bara hér, telur að hér sé ástandi einstaklega slæmt, telur að hér sé bara alversta ástand í allri Evrópu, mögulega manneskja sem hefur til dæmis bara ekki labbað götur stórborga Evrópu og hefur ekki séð það sem við sem höfum komið þangað sjáum, fátæktina, fólkið sem sefur á götum úti, einhvers konar shanty towns sem rísa alltaf með reglulegu millibili á milli Parísar og út á flugvöllin. Ég hef séð þetta með eigin augum og það mér ógleymanlegt, en mögulega hefur fullt af fólki bara ekki séð þetta. Margir fara bara til Tenerife til dæmis. En þau sem vita þetta, hafa séð þetta, líta á sig sem mikla heimsborgar og mikla spekinga í Evrópusambandinu og ætla samt að segja störu til vinstri, það er erfitt fyrir mig að skilja. En já, gjör svo vel, bara endilega halda áfram að spyrja. En ég var að velta fyrir mér að því að Evrópusambandið er svolítið stórt, þannig að ég myndi gera ráð fyrir því að allir kjósendur hafi svona einhverja svona tilfinningu fyrir hvað Evrópusambandið er. Kannski. Meðal annars flestir líklega farið til Evrópusambandsins. Eflaust. Og það sem er verið að bjóða í þessu kosningum er líklega alveg réttið að það er verið að bjóða evruna og lægri vexti. Og fólk segir að það er bara svo mikið atriði í mínu lífi, þessi háu vexti sem ég er að borga. Þannig ég ætla að velja þetta ef ég losna út úr því. Já, en við erum akkurat núna að sjálfsögðu ekki að kjósa það og fari svo að það verði sagt já, þá til þess að geta tekið upp evru, þá þurfum við að fara í gegnum þetta aðlögunarferli, þar sem að til við munum sjá mögulega grimmilegra aðhald í ríkisfjármálum en við almennt erum vön vegna þess að þrátt fyrir allt þá höfum við meðal annars í gegnum verkleysreifinguna geta beitt okkur til þess að svona mitigata mestu harðneskjuna og fari svo að við getum komist í gegnum allt þetta, þá mun það taka, ég myndi halda í það minnst svona 10 ár að geta komist á þann stað að við getum tekið upp evru og ef að fólk telur að það sé tilbúið til þess að fara í gegnum þessa vegferð, býða svo lengi upp á von og óvon, einmitt þú vorst nú að opna á það áðan að það sem Evrópusambandið væri núna væri mögulega ekki það sem það yrði. Ég til að þróun Evrópusambandsins næstu ára og áratugi muni gera það verra. En allavega ef fólk vil fara í þessa vegferð og telur þessi góð vegferð, þá að sjálfsögðu það þá bara þeirra skoðun. Þetta er jú lýðræðislegt samfélag málfrelsis. Ég er á öndverðum með því, en ég skil af því að það er augljóst að auðvitað Evrópusambandið mjög stórt og það er ekki eitt ríki, heldur er það samsett úr fjölmörgum þjóðríkjum og það eru tilverið skilyrði á milli landana sem eru mjög ólík. En það er þó alveg ljóst að til dæmis Þýskaland hefur gríðarlega mikil völd inn í Evrópusambandinu, enda er það öflugasta iðnríkið þarna inni og til viðbótar það hefur það líka bara mjög mikil pólitísk völd og þetta náttúrulega, eins og margir vita, fer oft saman. Þannig að hagsmunir þessara stóru ríkja, þau auðvitað meira minna ráða för, það er alveg ljóst. Ég tel að sá draumur eða svo sýn sem að til dæmis velviljað fólk hefur sett fram að Ísland geti farið þarna inn og beitt sér til dæmis til þess að hafa einhver áhrif á stefnu til dæmis Þýskalands í málefnum Palestínu sem náttúrulega algjörlega úr lausu lofti gripið og ég skil ekki alveg hvernig fólk gæti einu sinni komist að þessari niðurstöðu. Ég tel það fráleitt af mörgum ástæðum. Við erum auðvitað mjög lítil þarna við þetta borð, afskaplega fáir þingmenn sem við fáum þarna inn
Þú myndir finna marga Samherja inn í þingmannahópnum sem frá sósíalísku flokkum. Jafnvel þó að það kraftaverk ætti sér stað að allir 6 þingmenn eða 5 færu hérðan og væru einhvers konar antisíonistar og tilbúin til að standa með fólkinu í Palestínu, þá myndum við samt mega okkur afskaplega lítils, en það er auðvitað langlíklegast að svo utanríkis stefna sem að við höfum verið að fylgja undanfarið, sem að snýst auðvitað það að halda okkur til hlés og hlýða stóra pappa, saman hvort að hann verður þá Evrópusambandið, Ursula von der Leyen eða kanslari Þýskalands, eins og við höfum núna verið að byggt okkur og beygja fyrir Trump, haldi bara áfram, það er ekkert sem bendir til þess að það muni breytast. Þannig að, þá ætlum ég að segja, þessar svona draumsýnir fólks, við þurfum að byggja upp pólitíska getu, við þurfum að byggja upp völd, við þurfum að byggja þá upp hér fyrst inn í okkar landi öflugan vinstriflokk, öflugan verkamannaflokk sem gæti þá farið og barist fyrir þessum hugsjónum okkar ef við þá höfum þær. Ekkert slíkt er til akkurat núna. En ef þú erðir senda á Evrópuþingi, þá myndir þú starfa með enheitslistin í Danmörku og vinstriflokknum í Svíþjóð og sósíalistum í Hollandi og fleira. Þú verður hluti af 40-50 manna þingmannahópi. Það er ekki þannig að Íslendingarnir 6 fari og vinni einir í einhverjum málum. Þú getur unnið gegn síonisma í Evrópusambandinu með bara miklu öflugri sveit Samherja heldur þú finnur á Íslandi. Allt þetta fólk hefur nú kannski verið þar en það var nú ekki gengið sérstaklega vel, en þá væri ég þarna komin til þess þá að reyna það sem þetta fólk er að gera, til þess að standa mögulega vörð einhvers konar draum frelsi, jafnrétti og bræðralag, til þess að standa draum hugmyndunum einhvers konar velferðarsamfélag og svo framvegis. Ég vil miklu frekar að við einbeitum okkur að því að gera þetta hér innan okkar þjóðríkis, þar sem að við höfum sem betur fyrir ennþá, þó við séum kannski ekkit sérstaklega snjöll í að notfæra okkur það, mikla möguleika á að beita okkur pólitískt, við höfum mikla möguleika á að bjóða fram, við höfum mikla möguleika á að ná kosningu ef við erum svo heppin að geta vandað okkur og safna saman þannig hópa fólki, og við höfum gríðarlega mikla möguleika innan verkalýðsfélagana okkar, þannig að miklu frekar heldur en að ímynda mér að lausnina sé að finna í hópi fólks út í heimi til þess að berjast fyrir þessum málum. Ekki það mjög mikilvægt að gera það og ég bara styð þeirra bartu. Það er miklu eðlilegra og skynsamlegra að gera það hér. En það er líka mikilvægt fyrir Íslendinga að Evrópa þróist góðan hátt. Hún er ekkert að fara að þróast okkur. Það er mikilvægt fyrir það og ef hún gerir það ekki og þó svo að við séum bara í EES og erum með stæðstu viðskipt okkar við Evrópusambandið og allir pólitíski straumar sem í Evrópusambandinu mun hafa áhrif á Íslandi hvort sem við erum inni eða úti. Sannarlega, allir pólitíski straumar hafa þetta mikil áhrif hér bara þannig verka nútíminn og þannig hefur stefna sem út að lýsa er meira og minna stefna undanfærinnar ríkisstjórna sem eru aðhaldi í ríkisfjármálum, engin halli, niðurskurð, við höfum heiftalegu niðurskurð sem búin að vera hér frá og eigum þá að festa þetta í sessi með því að mynda ganga inn í Evrópusambandi þar sem að við erum þá bundin á klafa þessara stefnu án þess að geta breytt henni. Þú til að vera auðveldur að breyta þessu á Íslandi? Ég trú ennþá á heldur með félögum þínum í Evrópu? Ég trú ennþá á lýðræðið, ég trú ennþá að það sé mikilvægt að byggja upp mikil völd alþjóðu fólks innan þjóðríkjanna, þannig að já, ég trú því svo sannarlega og ég held að þessi frálættar hann halda þið fram að það sé ekki svona líklegri leið til þess að ná árangri heldur en að fara þarna út þar sem að það er ekkert á þessum tímapunkti sem bendir til þess að stefna sem að mitt snýst það að losa okkur undan losa okkur af svona klafa nýfrjálshyggjunnar, losa okkur undan þessum hugmyndum að það eina sem skiptir máli í ríkisfjármálum sé einhvern veginn að vera með hallalausan rekstur, það eina sem skiptir máli sé að vera með samkeppnishæft verð á vinnuafli og það eina sem skiptir máli sé að taka þátt í sífellt trilltari órum stríð, styrjaldir, vöxt hergagnaframleiðslu og svo framvegis. Ég er ekki með mína barnatrú en ég trúi samt ennþá á að þessar hugmyndir diplómasíu, frið, frelsi og réttlæti, styrk alþýðu fólks innan þjóðríkjanna þess að við njótum getunar til þess að bjóða okkur fram að því við erum borgarar í eigin ríki,
það sé mikilvægur og betra og mér finnst líka einmitt þetta svo ótrúlega áhugavert þegar það tala af þessu mikla svona kæruleysi og kaldlyndi þetta hreyfanlega vinnuafl. Það segir okkur svo ótrúlega margt það hvernig fólk sér verka á láglaunafólk. Það segir okkur svo ótrúlega margt það hvaða einmitt áhrif frjálsaflæði og nýfrjálshyggjan hafa haft þessi miklu svona skil á milli þar sem að við erum með öfluga, menntaða, veltengda, pólitískt sterka millistétt sem eru allt Íslendingar, tala öll íslensku, geta beitt sér í sínum flokkum, vita að fólki sem að situr á þingi og í flokkunum tilheyra sömu stétt og koma svona sömu þjóðfélagsstöðu og þau tala einvörðungu sína hagsmuni. Þeirra hagsmunir eru að sjálfsögðu þeir eða réttara sagt, það skiptir þau engu máli þó að ægja og vinnumarkaði verði innleiddur vegna þess að hvað máli skiptir þá þetta fólk sem með ágæta eignastöðu, sem með gott hengslanet, sem með rétt vegabréf, sem hefur mikið pólitísk völd að það verði farið í að aga vinnuafli, það skiptir þau engu máli. Þetta fólk hefur haft það sem yfirlýsta stefnu síðustu ár að það mikilvægasta til dæmi sem að þurfi að gera í kjarasamningum sé að breikka bilið aftur einmitt vegna þess að Efling hefur náð árangri í því að hækka laun verka og láglaunafólks meira en laun annar hafa hækka. Þá hafa bara valdamiklir hópar innan Alþýðusambandsins, BHM og fleiri sagt þetta er bara algjör skandal, það sem skiptir mestu máli er að breikka þetta bil aftur. Að sjálfsögðu vill þetta fólk innleiða módel þar sem aðeins verður hægt að semja prósentuhækkanir. Að sjálfsögðu vill þetta fólk innleiða módel þar sem að þessi atriði eru meira minna bara samin án þess að lýðræðislega nálgun þeirra sem vinna vinnuna hafi raunverulega nokkuð það að segja. Þau tapa engu á því aftur á móti verka á láglaunafólk. Tapararnir nú þegar munu tapa enn meira og ég er ekkert tilbúin til þess að segja að einhvern veginn sagan hafi bara enda og þetta sé bara nútíminn og stéttabarátta og barátta gegn auðvaldi og barátta gegn stríði, barátta fyrir frið og diplomasi og þetta sé bara eitthvað sem að sé bara búið að vera. Það er stendur bunan út úr íslenskri valdastétt eins og þú segir ögun á vinnumarkaðum bara ekkert minna heldur í Evrópusambandsins og sumt af því sem þú ert að lýsa er bara merki okkar tíma og þau sjást á Evrópusambandinu og þau sjást á Íslandi. Rétt, sammála. Og er það rétt í skilja á mér að þú telur það að við verðum að berjast gegn þessu, við verðum að berjast gegn nýfrjálshyggjunni og þú telur það að við höfum eiginlega ekkert erindi í því að vera með öðrum sem að berjast gegn nýfrjálshyggjunni í Evrópusambandinu af því það sé orðstand töpuð en við getum unnið hana hér. Við höfum að sjálfsögðu að mynda bandalög með fólki. Ég trúi á mátt alþjóðlegar samstöðu og alþjóðlegar baráttu. Ég trúi ennþá einmitt á gildi gamaldags alþjóðahyggju sósíalismans að við eigum að standa saman á milli þjóðríkjanna og hjálpa hvort öðru. Það að við fyrst látum eftir svo margt sem við höfum til þess að geta gengið inn í eitthvað stórt fyrirbæri eins og Evrópusambandið til þess að mögulega sem auðvitað bara draumsýn að hvað þessi 6 þingmenn sem við erum að fara að senda þangað verði allir einhverjir dedikeraðir sósíalistar, come on, í það minnsta hvað í ósköpunum erum við að fara að geta gert til þess að propella þessari baráttu áfram. Það er ekkert sem bendir til þess að það geti gert, en hér höfum við ennþá innan þessar lands sem að sannarlega hefur ýmsa galla og er að glíma við ýmis mjög alvarleg vandamál, en við höfum getuna, séum við tilbúin til þess að beita okkur, til þess að hafa mjög mikil áhrif hér, mjög mikil, og sem manneskja sem bara líka trúi á einhvers konar, hvað getum við sagt, einhvers konar svona lýðræði í heimabyggð, lýðræði inn í stéttarfélaginu, lýðræði inn í nær umhverfinu, þá tel ég bara algjörlega frálegt að ætla að senda enn frekari völd úr landi. Það er náttúrulega Efling sameinast ekki í frönskum stéttarfélögum, það verður alveg óbreytt Eflingu. Það verður einmitt ekki óbreytt í Eflingu. Hvað verður breytingin? Ég bara er að segja það verður þetta mun hafa greiðlega mikil áhrif. Þú að gera ráð fyrir því að þeir sem að vilja aga íslenska vinnumarkað eins og kallað að þeir munu fá tæki til þess út af löngu fólkstyrfis og evruna að það verður harkalegra aðhaldi í ríkisfjármálum. Það verður harkalegra aðhaldi í ríkisfjármálum. Þannig þetta er eiginlega svona vogarafls og ég ætla að segja það að andstæðingar þínar hafi sterkari tæki í höndunum ef við förum í Evrópusambandið. Þessi ögun á vinnumarkaði
hún þýðir það að það þarf að aga verka á láglaunafólk. Það vandinn. Vandinn eru ekki þau sem eru ofar í stigveldinu og engin íslenskur stjórnmálamaður með fullu viti núna ætlar að fara að segja við velsetta, veltengda, velmennta íslenska millisetta, hún þurfi eitthvað að fara að hafa sér hæga. Það er aldrei að fara að gerast. En þetta fólk, eins og hefur sýnt og sannað síðustu ár, beinir auðvitað sjónum sínum að verka á láglaunafólki og sér ekkert athugavert við að segja því fólki að hafa sér hæg. Aftur, ég veit að hér eru ýmis vandamál, en þau eru að mestu tilkomin vegna lélegrar hagstjórnar. Þau eru að mestu tilkomin vegna til dæmis húsnæðismarkaðarins sem að var afhentur eignastéttinni í kjölfar hrunsins eftir að síðustu aldamót verkamannabústaðir höfðu verið fjarlægir. Þetta eru vandamál sem stöndum fram fyrir. Þetta eru vandamál sem hafa haft alveg hræðileg áhrif á þau sem tilheyra ekki fólki sem hefur nægilega mikið á milli handanna til að geta komist inn á húsnæðismarkað. Ég getum talið mörg lönd í Evrópusambandinu þar sem að húsnæðismarkaðurinn er skárri heldur en hér, þar sem er félagslegi hluti hans er miklu öflugri. Ég hvet fólk sem að horfa hérna og hlusta til þess að fara til dæmis og skoða bara gögn frá ETUC sem er hérna svona Evrópuarmur einar alþjóðlegu verkalýðshreyfingar og sjá niðurstöðurnar þegar þú skoðar leiguna sem að láglaunafólkið í mjög mörgum borgum Evrópusambandsins þarf að greiða. Við erum hér á slæmum stað. Við erum að horfa upp á að þau sem eru á leigumarkaði eru mörg hver, ekki öll að sjálfsögðu, en mörg hver að borga gríðarlega háan hluta sinni ráðstöfuna tekjum í leigu. En þegar við skoðum margar af þessum borgum, þá er láglaunafólk að borga hærri leigu heldur en lágmarkslaunin í landinu eru. Þannig að, sumstaðar hefur verið hægt að stemma stigu við þessu ógeðslega ofbeldi sem á sér stað á leigumarkaði einhverjum hætti. Frekar þannig að í sögunni þá var gerðar einhverjar aðgerðir sem að fólk lifir ennþá á. Já, ekki á mörgum stöðum. Það er ekki eins og það hefur verið að gera eitthvað stórkostlegt síðan þeirra áratugi í Evrópusambandinu. Nei, ég var heldur ekki að segja það. Ég er bara að segja að ég hvet fólk til að fara og skoða þetta og þetta ETUC er ekki einhverjir kommunistar sem eru að tala eitthvað allsherjarvöld öryggisstéttarinnar því fyrir fjarri. Þetta er mjög svona búrokratísk og stofnana vænt nálgun á verkalýðshreyfinguna. En það er hægt að treysta þessum tölum sem það er hægt að finna og það er hægt að treysta gögnunum sem það eru útbúin og framleidd og þannig sér fólk hafið áhuga á að skoða lífsskilyrði láglaunafólks innan landa Evrópusambandsins dragast upp mynd sem er afskaplega slæm. Síðustu kjarasamningar sem þú gerðir, þá var eiginlega svona langtíma markmiði var að verðbólga færi niður og vextir myndu lækka. Og í gegnum lægri vexti kæmi hagsbætur fyrir launafólk sem að væru jafnvel meiri heldur en launahækkanirnar voru. Þetta mistókst einhverjum ástæðum. Þetta var bara saboterað. Já, en fólki sem að þú varst að vinna fyrir þá og þráði lægri vexti, margt af því fólki hugsa sem núna að líklega er eiginlega eina leiðin til þess að vextinni mínu lækki er að við tökum upp evru. Á hverju er verkalýðsforinginn minn, Sólveig Anna, stendur hún í vegi fyrir því? Ég hef reyndar ekki hitt mikið af eflingafólki sem eru miklir sinnar. Ég hef ekkert verið að senda út ég hef ekki verið að senda út skilaboð á fólk eða neitt svoleiðis en ég er náttúrulega hitti greiðlega mikið eflingafólki bara í mínum störfum og mín tilfinning, aftur ég er ekki að fullyrða og ég hef ekki framkvæmt vísindalega mælingu, en mín tilfinning er svo að fólk er svona frekar neikvætt, bæði íslenskt verkafólk og fólki frá Austur-Evrópu sem hingað komið til að vinna. Fyrir fólk frá Póllandi? Grikkirnir, ég er að vinna sjálf með fólki frá Póllandi, þau skilja ekki hvað íslendingar eru að hugsa. Þannig að ef ég skoðum mælingar í Póllandi þá er það bara, ég man ekki hvað það er, 80% sem eru ánægð með Ég hef aldrei komið til Póllands, ég er bara að tala um fólki sem hitti hér. Ég er að tala um kannanir sem hafa gerðar. En í það minnsta,
Þannig að, já, fólki, þá ætlum ég að segja fyrst að við erum komin á þennan stað að sjálfsögðu fólki í Pólandi að bera lífskilyrðið sín saman við það sem að þau voru með og þau auðvitað sjá hvernig sum Austur-Evrópulönd, Austantjaldslönd fóru og að sjálfsögðu segir þetta fólk Guði sér lof. Við eftir á móti erum ekki í þessari stöðu og þannig að hérna samanburður nú kannski stór hópur af Pólverjum sem komið í Íslands koma úr austurhluta Póllands sem að hefur ekki notið sömu uppgangs og vestari hlutin. Nei. En í það minnsta það sem ég var að segja var og bara aftur af því að hérna fólk alltaf að leita einhverju til að æsa sig yfir. Ég hef ekki framkvæmt vísindalega könnun og það ekki þannig að ég æði upp af eflingar fólki hvorki þessu málinu neinu öðru og hérna æpi á það og reyni að knýja fram það þessu sammála mér við spjallum alls konar hluti og það yfirleitt bara mjög svona opnar og ég bara að spyrja hvað myndir segja við þetta dæmi sem ég bjóð til sem og ég þá að segja að mín tilfinning að eflingafólk sé ekki sérstaklega geinkeypt fyrir jáinu. Ég held að eflingafólk skilji að það eru aðrir það eru fleiri þættir sem að skipta máli heldur en bara þessir og að þau vegna þess að þau eru lífsrænt fólk sem þarf að hafa fyrir hlutunum og skilur það að það aldrei að fara að gerast að þér sé afhenda eitthvað með mjög auðveldum hætti og að það auðvitað bara tálsýnin ein að á örskömmum tíma verði lífskjörin öll miklu betri. Ástæðan fyrir því að við fórum í þessa vegferð þarna 2024 var að það var fullreynt það að það væri hægt að fá nægilega stóran hluta íslenskar verkalýðshreyfingar á almenna og opinbera markaðnum til þess að fallast á þeirri samið krónutöluhækkanir. Það var ekki hægt. Þannig við féllum frá því verkefni og sættum okkur við það að það yrði samið þessa svokölluðu blönduðu leið þar sem að það eitthvað golf sem ég segja, ég ósammála því að þetta sé blanda af krónutölusamningi og prósentusamningi, það golf og þú mátt ekki fara undir það en þetta þetta að mestu leyti prósentusamningar. Það var farið í þá vegferð að semja það og til þess að það væri hægt allra lægstu fengu meira heldur en prósentur. Fengu hærri prósentur, sko. Allra lægstu fyrsta árið þá var prósentuhækkunin inn í töflunum að með minni 5,9 og svo hún aðeins lægri. En já, hún prósentuhækkunin verulega hærri heldur en prósentan sem að þeir sem eru á svokölluðum markaðslaunum fá, þeir sem eru ekki á taxtalaunum. En á móti kemur að það fólk sem á taxtalaununum náttúrulega láglaunum fólk Íslands og þau sem eru ekki á taxtalaunum eru alltaf á hærri launum. Allavega og til þess að ná einhvers konar samstöðu að það væri þá hægt að fá frá stjórnvöldum mikilvæga hluti sem að mörguleyti gekk ágætlega, þá var farin þessi leið. Það var líka samhljómur það innan Eflingar í stjórn og í samninganefndinni og á þessum svona lýðræðislegu vettföngum að við ætluðum að reyna að komast í gegnum þessa kjarasamninga án þess að til dæmis fara í hörð verkfall. Þannig að við höfum mjög margar ástæður fyrir því að fara þessa leið og flestar þeirra voru góðar og ég ímynda mér að þessi afskaplega fáir, mögulega kannski 10 manns sem eru kannski mögulega stundum mjög hávarar á Facebook sem að genuinely líti svo á að þessi við verka á láglauna fólk að sakast að þessi tilraun hafi ekki gengið upp. Við stóðum við allt sem að við skrifuðum undir, en það höfum við ekki neitt annað að ræða en í ljós kom að Samtök atvinnulífsins höfðu annarkvort ekki vilja eða getu eða mögulega blöndu af bæði til þess að beita sér í sínu baklandi og tryggja að fólk færi eftir þessum stóru markmiðum þar sem að launahækkunum var velt út í verðlag og þar sem að samið var við alls konar fólk umfram hækkanir sem auðvitað orsakar svo þetta launaskrið. Svo þegar við skoðum og hið opinbera, bæði opinbera viðsemjendur okkar og stjórnvöld, þá gerðu þau auðvitað líka slíkt þess sama. Þau stóðu ekki við yfirlýsingar til dæmis það að halda gjaldskrárhækkunum í hófi og þau sömdu líka við vissa hópa verulegar umfram hækkanir og svo mætti áfram telja. Þetta hljómar eins og þessi tillögur aldrei gerða aftur.
Ég ætla ekki Því ég var eiginlega bara búið til dæmi að mannesku sem hafi haft vonir að þetta gengi upp. Svo gengur þetta ekki upp. Ég segi ekki eitthvað aldrei. Ég trúi því að ef að það hefði verið hægt að fara í þessa tilraun þannig að allir hefðu staðið við sitt, þá hefði þeim hún skilað allir munu ekki standa við sitt. Árangri. Sumir munu bara ekki standa við sitt. Já, það voru möguleikar á því að þetta hefði getað gengið. Það er auðvitað mjög miður að svo sé ekki. Þannig að já, það er auðvitað mjög líklegt að á næstu árum verði ekki farið í einhverja sambærilega tilraun. Þannig að ég mun sitja uppi, ef ég er að held með áfram með dæmi sem ég er að búa til. Líklegt. Ég mun sitja uppi með háa vexti svo langt sem augað eir. Þannig að þú trúir því að launahækkanir keyri áfram hátt vaxtastig? Nei, ég var að búa til dæmi félagi Eflingu sem hafi vonur að samningarnir myndu leiða til lækkunar vaxta og þar lægi stór hluti af mínu kjarabótum. Það gekk ekki upp og nú er fólk að segja mér að leiðin til þess að ég nái lækkun vaxta sé að taka upp evru og þannig ég er að spyrja þig, á ég þá ekki bara að taka upp evru? Hvað myndir þú segja við þennan? Ég myndi segja við þessa mannsku, ég myndi hvetja þessa mannsku til þess að skoða tilveru skilyrði að verka á láglauna fólks annars staðar og auðvitað stór hópur þessa fólks hefur komið til Íslands til þess að vera hér í vinnu og reyna að byggja sér og börnunum sínum líf frá oft á tíðum löndum Evrópusambandsins. Þannig að þau auðvitað þekkja stöðuna þar, þess vegna eru þau hingað að koma inn. Svo myndi ég ræða við þetta fólk viðvarandi atvinnuleysi, langtíma atvinnuleysi sem festist í sessi. Ég myndi segja við þetta fólk að það að geta tekið út efnahagsáföllin sem óumflýjanlega dynja yfir kapitalismann með þeim leiðum sem við gerum hér, þó ég sé svo sannarlega ekki að segja að það sé bara allt frábært og æðislegt sé skömminni skárra heldur en að gera það í gegnum Þannig að gjaldið er of mikið fyrir evruna. Gjaldið er of mikið fyrir fellinguna og svo framvegis og ég held að fólk margir hverjir séu sammála mér, enda sjáum við það ef við skoðum niðurstöður úr þeim könnunum sem hafa verið gerðar að það er náttúrulega fyrst og fremst menntuð millistétt sem er sólgin í þetta Sólveig, því ég er búin að vera að skoða þetta það er eiginlega sáralítill munur eftir aldri, eftir menntun, eftir tekjum það er háskólamennta fólk slæri upp í 62% í áinu en það er ekki eins og það sé 80-90% eina skiptið þegar það gerist er það stjórnmálaskoðanir og þar er þú í hópi kjósenda Sjálfstæðisflokksins, Miðflokksins og Framsóknar, það sem eru eiginlega 85% ætla að segja nei en hinum megin í stjórnmálunum Nútíminn er mjög skriðin. Vinstri er náttúrulega Þannig að þetta virðist vera fyrst og fremst eitthvað svona pólitísk spurning. Já, þetta er hápólitísk spurning. Sem að skiptist eftir pólitísku flokkum og þú, eins og margir hafa orð á að finnst það bara hálf erfitt að horfa á þig á fremsta bekk með Ólafur Ragnar Grímssyni og Guðrúnu Hafsteinsdóttur í baráttunni. Það er bara auðvitað fólk mörgur mæðan, segi nú bara mörgur mæðan. Ég þekki það að hafa séð fólk sem að mér þótti ýmislegt gera hluti með einhverjum öðrum. Það er bara erfitt, það er bara partur að vera fullar mannskja og maður bara komast yfir það og ekki taka svona æla nær sér. Auðvitað er íslenska þar sem að þú ætlar að flokka sem vinstrið og segir hvað, Píratar, Vinstri græn og sósíalistar. Þetta er bara byggt á kosningaransóknum, þetta er mjög svipaður kjósendahópur. Ég myndi segja að Píratar er náttúrulega ekki neitt sem ég hefði nokkuð svona kategóriðsa sem vinstri flokk. Ég er að tala um kjósendahópan. Já, ok, en við segjum þessi pólitík. Við erum að segja þessi pólitík, en forystan og kjósendahópur þarna með Píratana er vantarlega mjög sama sinnis. Það var ekki á sósíalistar til dæmis. Sósíalistar eru náttúrulega afskaplega lítill flokkur og nýbúin að ganga í gegnum mikið svona upphífal þannig að ég veit ekki hversu marktækt það er, ekki það ég er ekki í neinum flokki og ég er ekki að tala fyrir hagsmunum þess flokks né annara. Það sem ég ætla aftur að segja er að það að vinstrið sé á þessum stað er auðvitað líka til marks það að einhver svona stjætta nálgun er á erfiðum stað á Íslandi. Það er auðvitað ekki til einhver svona pólitískur staður það sem að stór hópur verka og láglaunafólks kemur saman og er þar að ræða sín
mál og móta skoðanir sínar út frá sinni efnahagslegu stöðu. En kannanirnar ekki að sína okkur endilega Nema að að lálaunafólki til sé dæmis- allt neymegin. Það svona kannski ívið meira, sem getur við sagt, ef Já, við tökum tekjur og menntun. Ég bara að segja Kannski 56, 44. Ég bara að segja hvað getur við sagt, saga undanfarna ára og áratuga hefur auðvitað verið mikil svona hrörnun, þar sem að mögulega hefur verið hægt að kalla einhvers svona stéttavitund og það hverjir þínir hagsmunir eru og svo framvegis, það er auðvitað bara mjög leitt, en það breytir því ekki fyrir mig að ég tel fráleitt fyrir mannesku sem að tilheyrir stétt vinnuaflsins að telja að hún hafi eitthvað að sækja inn í stofnanir Evrópusambandsins og ég tel það ekki frálegt af því að ég sé föst í einhverju móðu þjóðernishyggjunar eða af því að þú veist ég haldi genuinely að allt sé best á Íslandi. Ég ger það svo sannlega ekki, en ég veit að íslenskt vinnumarkaðsmódel með þeim greiðlega öflugu möguleikum sem að það inni felur er einstakt tól og ef að fólk hefur einhvern veginn the wherewithal og getuna til þess að nota það, þá er hægt að beita því með mjög árangursríkum hætti og að þegar við skoðum stéttarfélagsaðild og þróun hennar í löndum Evrópusambandsins, þá sjáum við að hún dregst þar saman. Það fjarar undan getu verkalýðsfélagana til þess að beita sér og það er bara konsistent þróun síðustu áratugi. Hér, af einhverjum ástæðum, hefur það ekki gerst. Nýfrjálshyggjan hefur sannarlega haft gríðarlega mikil mótandi áhrif á Íslands samfélag, en þetta tókst henni ekki. Fyrir mér er það Nýfrjálshyggjan staðar í Borgartúni. Þetta finnst mér einstakt og mér finnst ekki að þetta sé eitthvað sem að við eigum að láta eins og sé svo lítils virði að það eina sem skiptir máli sé að lög og reglugerðir komi að utan og að antagonismin og barátta stéttana það hvernig skuli skipta gæðum samfélagsins sé eitthvað sem sé bara hægt að setja til hliðar af því að það eina sem við þurfum sé bara að reglugerðir og lög vinnuvernd séu sett. En þegar þú þetta lýsir svo svona, þú segir náttúrulega ekki að allt sé best á Íslandi, það liggur þú að segir að flest sé skárra á Íslandi. Flest er skárra á Íslandi. Þú ert að tala eins og það sé bara eiginlega engin stéttabarátta í Evrópu. Það passar eiginlega ekki við fréttir sem við höfum bara á Spáni, Frakklandi, grímið mikil stéttabarátta í Þýskalandi, miklu meiri verkvöld þar undanfarin ár heldur en hefur verið. Þannig það er víða... þá getur mark sem það er með þessi mikil órói hjá alþjóðfólki innanland Evrópusambandsins. Við viljum þessu átaka með stéttana. Ég var að segja þetta rétt á en ég trúi á alþjóðlega baráttu verkafólks. Þú lýsir eins og að við munum tapa stéttabaráttunni ef við förum í Evrópusambandið. Ég að segja það, við munum ekki tapa stéttabaráttunni. Það þetta stéttabaráttu þar sem fólk kúað og arðrænt, þá sem betur fyrir stéttabaráttu ekki nema hún sé náttúrulega barinni bara markvist á lögreglunni eða hernum. Og sem betur fyrir erum við ekki ennþá komin á þann stað en hún getur verið svo rosalega öflug hér af því að við erum með svo rosalega háu stéttarfélagsaðild og af því að sem ég hef samt oft áttað mig á að væri líka réttar sagt af því að fólk ekki að beita sér með öflugum hætti þá getur það gerst að vegna þess að við skráumst bara automatist í stéttarfélög þá gerir félögin ekkert til þess að byggja upp svona félagslega kraftin en þá hefur þetta ekki verið þannig og átt að segja, wow, það er ótrúlegt að 90% séu í stéttarfélögum þetta segir okkur að við getum byggt upp gríðarlega öflugan félagspólitískan mátt og það ætlum við að gera en fyrst þú ert að segja að allt sé mögulega ekki betra hér og ég er tilbúin að fallast á það að flest sé skárra á Íslandi að við erum með hæstu stéttarfélagsaðild í Evrópu við erum með vel fungerandi vinnumarkað langtíma atvinnuleysi hefur verið með því lægsta sem þekkist það er að vaxa
hræðilegt, það algjörlega hræðilegt og það auðvitað alveg ömurlegt að stjórnvöld ætli sér ekkert að takast á við þetta vandamál og ætli ekki að koma með neinar atvinnuskamandi aðgerðir. Það er sama stefna hér og í Evrópusambandinu, smátt erum við að fá neikvæðu hlutana af stefnunni. Af hverju viljum við treysta fólki sem að skoðar lífs- og tilveru skilyrði verka og láglaunafólks fyrir því að ætla að leiða þessa vegferð, það er mjög óskiljanlegt fyrir mig. Við hafum verið með mjög mikinn efnahagsvöxt og við erum óumdeilanlega með mjög hátt velmegunar stig. Ekki per mann er andsvarið við þessu sem þú ert að segja með efnahagsvöxt. Já, en hann hefur hér verið mjög hár. Hann er meiri í Evrópu per mann. Ertu þá að Við tala... erum eiginlega búin að vera flattliner í bara... Það er náttúrulega út af því að hér hefur flutt inn alveg gríðarlega, og hvað? Þú veist, þessi röksemdafærsla er þetta debat, það endar alltaf svona og við segjum þá, en eigum við þá að opna á enn meira hömluleysi í þessum málefnum? Við erum búin að opna fyrir allt sem að tengist við höfum ennþá hér auðvitað stjórn á því hvernig við gerum hlutina og ég ætla ekki að gefa þessa stjórn eftir. Ég ætla ekki að ganga í Evrópusambandið, allavega, ég ætla að halda fram með þau sagðina. Á síðasta áratug höfum við farið fram úr hinum Norðurlöndunum, hvað var það, kaupmátt, það er ekkert bendi til þess að við verðum að fara þarna inn til þess að leysa þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir. Hátt stig langtímavaxta er, eins og ég var að reyna að koma inn á það, afleiðing slæmrar efnahagsstjórnunar á húsnæðismarkaði og það að því sem stilt upp að það gangi Evrópusambandið og taka upp evru sé að fara að leysa þessi mál. Kannski hugsa fólk sem hefur ykkur reynslu að vera erlendis. Að það er eiginlega erfiðar að vera fátækur á Íslandi af því að húsnæðiskostnaður og matarkostnaður er svo hár. Þannig ég býst við að fólk sem hefur verið eitthvað erlendis telur þú Gunnar Smári að það fólk sem hér hefur sig frammi og lýsir dvöl sinni erlendis hafi það lifað sem fátækt fólk? Nei. Sem námsmenn, jú. Hættu nú alveg. Það er alltaf að vera blankur og fátækur. Herðu, ég ætla bara að segja það hér að það er sko eðlismunur á því að vera blankur og fátækur. Og það er líka eðlismunur á því að vera fátækur námsmaður úr mjög ríku velferðarsamfélagi sem að fer til útlanda og kemur aftur heim heldur en að vera láglaunamanneskja, láglaunaræstingakona sem flytur á milli landa til þess að eltast við verkamannastörf, skilur lýðræðislegu réttindin sín eftir heimi á sér og ef eitthvað fólk ætlar í alvörunni að reyna að halda því fram að þetta sé bara alltaf sama, þá ætla ég að segja að þetta fólk er haldið mjög alvarlegri stjætt á forréttinda blindu og þyrfti kannski aðeins að fara að fletta upp í Vogue-bókunum sínum og skoða bara það hvort að þessi í lagi fyrir þau sem hvíta, velmenntaða millistjætt að láta eins og þeirra reynsla sé eitthvað sem að þau geti alhæft þá að sjálfsögðu ekki. Ég horfði aðeins á hann Ásgeir hjá þér hérna daginn. Ásgeir Brynjar Þórðarson. Og þið eru ekki sammála? Nei, en þú veist hann, eins ágætur hann getur mögulega verið, þá er hann auðvitað ekki representatífur það hvernig það er að búa í Evrópu, eins og það þegar ég bý í 8 ár í Bandaríkjunum í Minnesota að því maður minn er háskóla og ég er skandinav og ég er hvít og ljósar þérna kona, ég get ekki sagt já, ég veit nákvæmlega hvernig það er að vera innflytjandi þarna frá Mexíkó eða frá Sómalíu og mér hefði aldrei nokkuð tímann dottið það til hugar þannig að hvernig ósköpunum ætlar velmenntuð íslensk millistjætt sem að hefur einmitt notið þeirra gæfu að fá að mennta sig í öðru landi að reyna að halda þið fram að hennar reynsla sé representatív af því hvernig það er að búa sem fátæka manneskja í Evrópu. Ekki hafa neina sérstaklega reynslu til þess að sjá að matarverð á Íslandi er hærra heldur en víðast hvar annars. Já, og laun eru líka miklu herri. Og svo líka þetta sem... Þau eru vist miklu herri. Já, að sjálfsögðu. Meiri sé að taxtalaunin okkar eru miklu herri. Já, ég meina að taxtalaun eru töluvert mikið herri heldur en lágmarkslaunin. Jú, víst. Bara, þú veist, þetta er gervigreind og ef að fólk er ofið að bara sjálft að googla og finna skýrslur og lesa, þá má nota gervigreindina. Hún kemur alltaf með svona þar sem hún sjálf er að leita í og ef þú treystir henni ekki, þá getur þú farið svo að lesa það. En það sem ég var líka að segja hérna áðan það hvort að við viljum taka út hérna svo aðlögun. Skemmi ekki næstu kjarasamninga að hvað íslensku verkalýður hefur það gott. Nei, ég er alls ekki að því. Má ég skjóta inn einu auka svona í lokin? Ég verð samt að fara. Ég ætla bara að segja að það sem ég var að segja áðan það hvernig við ætlum að taka út hérna svo aðlögun áfallana, við erum lítið auðlindadrifið hagkerfi.
efnahagssveiflurnar þær eru óumflýjanlegar. Miklu minni undan fyrir 15 ár heldur en áður. Miklu minni undan fyrir, ertu að menna þá frá hruni? Ja, nei, 15 ár, svona frá því að túristasprengjan var komin í gang. Já, það er eftir þú Þá er miklu meira jafnvægi til þess á krónunni og það er svo miklu ertu líka komið með svo flott færanlegt vinnuafl sem að skúpast bara inn og út eftir hérna hendiseminni. Það er minni sveiflu í hagkerfinu eftir það. Ég ætla að segja það. Og við sjáum þess að núna erlendum Já, það segi, akkur þá reyna að halda því fram að þetta sé slæmt. Við erum búin einmitt að hafa betri tök á ástandinu undanfarið en við höfðum á undan því tímabili og meðal annars vegna þess að það hefur verið hægt að fá stjórnvöld til þess að staldra við og hlusta vegna þess að það hef ekki þorað öðru og svo framvegis. Og ég gæti haldið hér áfram lengi í viðbót, en auðvitað er þetta debatt sem að getur mig auðveldlega enda sem svona hringur, þar sem að fólk er bara, þú veist, já en hvað með þetta og þá er því svarað, já en hvað með þetta. Þetta er svolítið, þú veist, Siggi Einars þetta er svolítið eins og að rífast Sigga Einars á Facebook, sko. Hann pivotar bara í hérna konstantli, það er aldrei hægt að grípa hann. Ég held að fyrst ekki ákvörðun einhvern bara með maganum eða... Það er ekki hægt að grípa hann. Ég held að fólk sé ekki að og þessi umræða getur svolítið verið þannig að þú veist, það er ekki hægt að grípa hana. En það er svona, segi ég, við eigum að staldra við og við eigum þá vegna þess að við getum auðvitað ekki sagt bara þetta er svona. Já, það er margt sem að kemur þar inn í. Já, þetta er risastórt og flókið mál. Já, efnahagslíf okkar og er flókið, efnahagslíf annarra landa er flókið, Evrópusambandið er flókið, allt, nútíminn er flókin. En þess vegna þurfum við að skoða það sem að skiptir okkur mestu máli þegar við förum að tökum ákvörðunina. Það er mismunandi. Og það er auðvitað mjög mismunandi. Þannig ég hef skoðað það sem skiptir mig mestu máli. Þið nefndi hérna fremsta bekkinn. Af því að það er auðvitað þannig að þú getur komist að einhverju niðurstöðu sem er sama niðurstöða af Ólafur Ragnar Grímsson út frá allt öðrum forsendum. Algjörlega. Hvað er það í hans forsendum sem að þú heyrt sem að þú ert ósátt við? Sem ég er ósátt við? Eða ertu bara alveg sammála Ólafur Ragnar í öllu sem hann... Ábyggilega ekki. En ég hef bara þú finnur ekki fyrir svona mikið mun á... Ég hef bara aðlega verið að gæta að því að það sem ég er að segja ég viti að það sé rétt og það sem ég sé að segja sé byggt á mínum skoðunum sem eru ekki bara lauslofti gripnar og eru ekki einhver svona barnatrú heldur að ég viti sjálf að ég hafi í það minnsta nægilega mikla innsýn og þekking og því sem ég tala um að ég treysti mér til þess að fullir það. Þannig ég hef ekkert mikið verið að máta endilega allt sem að mér finnst við það sem öðrum einstaklingum finnst. Enda er það svo að í málefnum eins og þessum þá auðvitað gerist það að ólíkt fólk myndar bandalög sem endast þá í gegnum eitthvað atriði og svo leysast þau mjög hratt og örugglega upp og það er svolítið fyndið þegar Íslendingar eða einhverjir hópur Íslendingar lætur eins og þetta bara aldrei gerst áður en þetta er auðvitað alþekkt að fólk brennur fyrir eitthvað málefni það hefur með sterka afstöðu það er tilbúið til þess að beita sér og þá í samstarfi með fólk sem það mögulega er sammála afskaplega fátt annað til þess að ná árangri en þannig er ekkert lengra en það. Hvað gerist ef að jáu vinnur? Þá þarf þá gerist náttúrulega tvennt, þá þarf auðvitað fólk að skoða stöðuna og meta hvernig leiðin fram á við verði, en svo þurfa þá líka félögin eins og Efling, önnur stéttarfélög, Alþýðusambandið að fara að skoða hver áherslurnar eigi að vera. Það er náttúrulega best að setja fólk inn í samningarnefndina. Það verður náttúrulega aldrei gert. En já, þannig að það verður þá næstu skref. Annars vegar myndi ég þá sem mikil áhuga manneskja hugsa hvað væri hvernig hægt að vinna að því, en svo þyrftu félögin og hreyfingin og Efling myndi þá bæði taka þátt í því og skoða sjálf hvað þetta þýddi og hvort að það ætti að setja sér einhver samningsmarkmið, hvernig ætti að beita sér, hvernig ætti að mynda pressu og svo framvegis. Það var náttúrulega verið kosningar inn í félögunum og
Alþýðusambandinu og... Sko það búið að ákveða að fari svo að sagt verði já, þá verður stór partur af þingi Alþýðusambandsins sem að haldi verður núna 14. til 16. október tekin í að ræða þessi mál. Við í stjórn Eflingar höfum ákveð að fari svo að sagt verði já, þá munum við halda fundi og fara í svona samtala upplýsingaöflun og það mitt að nota félagslega vettvanga til þess að móta afstöðu þá inn í samningaferlið. Þú tímabundin, bara eitt í lokin, hvernig heldur að kosningi fari? Sko, ég búin að sveiflast mjög mikið og ég var orðin svona frekar svartsýn, en núna líður mér eins og að neyið geti tekið þetta. Mér líður einhvern veginn þannig. Mér finnst að mörguleyti neyið hafa... Ertu góð í að spá fyrir kosningur? Stundum. Ég hef oft verið ágætlega góð í því svona innan Eflingar, en það er alltaf öðruvísi. Nei, kannski ekkit endilega. Ég hef yfirleitt ekkit verið eitthvað kannski að einbeita mér ægilega mikið af því, út af því að yfirleitt hef ég stutt flokka á málefni sem veru mjög óvinnsæl og tapa. Þannig ég hef yfirleitt verið bara, já, því ekkert verið að hverju skiptir eitthvað 0,5% til að frá. Þannig að, ok. En mér líður eins og núna, ég hugsa bara hvernig svona nei-baráttan hefur verið og mér finnst til dæmis nei-ungliðarnir hafa staðið sem mjög vel. Heldur þetta hafi verið hollt fyrir þjóðina að fara ekki ennum þetta? Nei, aldrei ekki. Þetta hafi verið skaðið af þessu? Mér finnst þetta ekki góð nýting á tíma okkar, mér finnst þetta ekki góð nýting á pólitíkinni, mér finnst leitt að sjá að kona eins og Kristrún, sem auðvitað greind og glæsileg kona og talaði með mjög svona innblásnum og málefnalegum hætti þarna í aðdragandi þess að hún var svo kosin og var svo forsætisráðherra það einmitt að það væri svo mörg önnur verkefni sem að skipta svo ótrúlega miklu máli, að þetta væri mjög svona fjarlægt. Mér finnst leitt að það hafi breyst vegna þess að ég held að sú skoðun hennar hafi verið svo rétta og ég held að hún hefði frekar átt að einbeita sér að því verkefni. Þannig að nei, ég held að þetta hafi ekki verið neitt sérstaklega hollt eða gott eða skemmtilegt fyrir okkur. Takk fyrir að koma hingað Sólveig Anna og gefa okkur tíma. Takk. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborð, við erum alltaf að reyna að skilja eiginlega Evrópusambandið núna. Við öll viðtölin í kvöld um Evrópusambandið. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.